Hjartalega velkomin á Jafnréttisdag Mosfellsbæjar árið 2022. Ég heiti Regína Ásvaldsdóttir og ég bæjarstjóri hér í Mosfellsbæ. Ég var að ljúka þriðju vikunni í starfi og þetta í þriðja sinn sem ég kem hér og held ávarp í Hlégarði. Þannig ég svona búin að sjá það fyrir mér í verði hér vikulega næstu 4 árin með ávörp. Allavega eru fyrstu vikurna þannig. En Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar, hann haldinn árlega og til heiðurs Helgu Magnúsdóttur, en hún var fyrst kvenna oddviti í Mosfellsbæ og sinnti málum kvenna með ýmsum hætti, merk kona, og þessi dagur tileinkaður henni. En erindi dagsins í dag, eða efnistökin, snúa að jafnrétti á vinnumarkaði og svona núna út frá ólíkum aldurshópum. Og við munum hlýða á fjölbreytt erindi úr ólíkum áttum frá fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum sem hafa reynslu af vinnumarkaðinum á svona ólíkum sviðum og munum heyra þeirra sjónarmið. Og til þess að halda utan dagskrána þá hefur fengið hana Brynhildi, Heiðar og Ómarsdóttur. Hún formaður fræðagarðs í BHM og hún líka svona sérlegur ráðgjafi Kvenréttindafélags Íslands og hún mun stýra þessum fundi af sínum alkunna skörungsskap og þið munum kynnast þessum skörungsskap hér á eftir. En Brynhildur hefur verið virk í jafnréttisbaráttunni frá því á skólaárunum þegar hún var sjálfboðaliði fyrir tímariti Veru. Og svona í hjáverkum hún bókmenntafræðingur og hefur gefið út bók svona femíníska þjóðsagnir og þannig að þetta mjög fjölhæf kona. Og ég bara býð þig hjartalega velkomna, Brynhildur, að stíga hér á stokk og taka við mér og stýra þessu fundi. Takk fyrir. Takk fyrir, Regína. Skeleg skap. Það ég var að sakna þess að það voru komin í fundapúlti að vantaði fundahamarinn, en ég ætla að lofa ykkur því sem sitja hér og því sem að fylgjast með heima í streymi að það verður sterk tímastjórnun hér. Ég búin að teikna upp á blaði svona mjög grimmilega tölur, 3 og síðan 1 og þegar manneskjan fer yfir sín tímatakmarka þá að ég eftir að standa upp og ræskja mig. En það mér mikil gleði og mikil heiður að vera boðin að stýra þessu fundi að ég að jafnréttisþinga, þetta eins og Regína sagði, þetta haldin til heiðurs Helgu í Blíkastöðum sem þá var fyrst kvenna sem var oddviti í Mosfellsbæ árið 1958. En Helga var afar virk í kvennahreyfingunni í áratugi og hún var formaður í ýmsum kvenfélögum hér í Mosfellssveit og var síðan formaður Kvenfélagssambands Íslands í tæplegan áratug. Og hún ein af þessum konum sem byggðu Hallveigarstaði sem hús kvenna í Reykjavík og þar dvaldi ég öllum stundum í 10 ár þegar ég var framkvæmdastjóri Kvenréttindafélagsins og vann þar lengi með og vann þar mikið með Kvenfélagssambandinu. Og við vitum það að það eru konum eins og Helgu að þakka að við búum í því samfélagi sem við búum í dag, samfélagi sem byggist á jafnrétti þar sem við erum öll sama úr í hvaða flokkum við erum og hvaða stjórnmálskonum við höfum, að við erum öll sammála, við viljum byggja samfélag þar sem við njótum öll jafnréttis. Og það svo yndislegt að þessi dagur sé til þess að heiðra hana Helgu og við minnast hennar og þessara skörunga sem á undan okkur komin á hverjum degi. En þessi dagur í dag, hann hverfist í kringum ekki jafnrétti kynjanna, heldur jafnrétti á grundvelli aldurs, sem reyndar jafnrétti kynjanna. Vegna þess að við vitum það að kynjajafnrétti skarast á öll hin jafnréttin, að við vitum það að konur sem komnar yfir miðjan aldur, þær eru að glíma við margvíslegar áskoranir. Til dæmis ef við lítum til lífeyrisgreiðslna, þá eru lífeyrisgreiðslur sem berjast til kvenna minni en sem berast til karlar hreinlega vegna þess að konur detta út af vinnumarkaðnum hér og þar á sinni ævi því að þær eru að vinna ólaunaða vinnu í þágu samfélagsins og við umönnun fjölskyldna. Það líka mjög við hæfa að við séum að tala aldur núna vegna þess að það sem við höfum lært núna seinustu árum það að þegar við tölum jafnrétti að þá ekki nóg að tala bara jafnrétti kvenna og karla. Núna erum við með mörg kyn, það við þurfum að tala kynja jafnrétti en við þurfum líka að tala jafnrétti á grundvelli alls hins. Og þegar við kíkjum á aldur, að þetta aldur sem sagt mikilvæg
mikilvæg breyta í jafnréttisumræðunni. Það er ekki í stjórnarskránni ákvæði sem bannar mismunun gegn aldri. En árið 2018 þá voru lögfest hérna á Íslandi vinnumarkaðslöggjöf sem mjög skýr að bannar algjörlega mismunun á grundvelli aldri og við þurfum núna að byggja á þessari löggjöf til þess að byggja samfélag. Það sem við öll getum búið sama hvað aldrei hvort við séum á unglingsárum eða á miðjum árum eða á eldri árum. En nóg mig, ég ekki bara alltaf erindi. Fyrir bara byrja á því að þakka Mosfellsbæ hverjum þeim sem átti þá hugmynd að setja þetta málefni á dagskrá fyrir. Því þetta mjög brýnt og eitthvað sem ég brenn fyrir. Svo ég geti séð glærurnar líka þegar ég með töluna. Já, ég sem sagt hef reynt þá eigin skinni að oft á tíðum eins og sagan af henni var það ekki Herdís, kona þín. Hafdís, já, Herdís sem sagði söguna. Að svona þegar við erum að komast á miðjan aldur, þá oft á tíðum lokast vissa dyr. Og ég reyndi á eigin skinni, ég hafði unnið lengi í stjórnendastöðum og því ég held að það hef ekki hjálpað mér. Og þetta svona kom mjög flatt upp á mig. Hafði í rauninni alltaf getað val úr störfum og allt í henni byrju hvað að gerast. Og bara reyndist mér bara mjög erfitt. En ég fann út úr því að lokum og ágætis stað í dag. Og ég semst ráðgjafi og verkefnisstjóri hjá Vinnumálastofnun og fékk það í gegn að við erum þar komin að stað með verkefni. Vinnuheitið Gráa gullið sem að ef einhver hefur góða hugmynd endilega látum við vita því að þetta stólið frá Noregi en það vill enginn tengja við þetta. Því að við erum fókusera á aldurshópinn 45 ára pluss og hver orðinn grár á þeim aldri. En þetta sem sagt, og þetta verkefni sem ég segja ykkur frá, þetta samastendur af nokkrum úrræðum sem miða að því að koma fólki 45 ára eldra aftur út á vinnumarkaðinn. Og það mikil þörf fyrir þetta hjá Vinnumálastofnun og hefur verið alveg einstaklega þakklátt að vinna með þannig hóp. Aðeins svona byttu nú með, hvað fjárstýringin? Það fjárstýringin. Svo við séum á sömu blasi. Aðeins svona hvaða umhverfi við erum í dag. Við vitum það náttúrulega öll að við erum í rauninni bara mitt í 4. iðnbyltingunni. Það eru rosalega hraðar breytingar. Þannig að maður þarf að fylgjast vel með tækniþróuninni. Það eru störf sem eru bara að hverfa vinnumarkaðinum. Við getum látið okkur detta ýmislegt í hug og prentiðnaðurinn, það eru allt mögulegt sem að skrifstofufólki hefur fækkað mjög, fólk bara sér það sjálft og fleira. Og það gerir það að verkum meðal annars að það eru færri störf í boði fyrir okkur sem erum eldri og reyndari. Að sú reynsla sem margir hafa áunnið sér, það kannski ekki lengur þörf fyrir þá reynslu. Og svo líka hraðinn meiri, það áður þá kannski menntaði maður sig og svo maður bara komin í það starf sem maður menntaði sig til og þurfti ekki að spá meira í hlutina. Nú talið eðlilegt að maður sé kannski 4 til 7 ár í sama starfi. Síðan bara komið tími til að hreyfa sig og fara í næsta starf. Þannig að fólk þarf að halda sig við, huga að símenntun og annað slíkt. Hjá okkur hjá Vinnumálastofnun þá hafa aldrei verið fleiri háskólamenntaðir, sérfræðingar á skrá. Náttúrulega þessi þjóð orðin svo menntuð. Og það sem við vitum að þeir sem eru 50 pluss, skulum við segja, ekki fara svo langt niður eins og 45, þeir eru oft lengur að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Og þeim hættara við að festast í langtímaatvinnuleysi. Á sama tíma eru stjórnvöld að hvetja okkur til að vinna til 70. Af því aldurssamsetningin slíka að það er þörf fyrir þetta fólk en þá við með að finna starf. Og við segjum það á okkar námskeiðum að það mikilvægt að hafa í huga að langflestir fá aftur starf líka á þessum aldri en það tekur oft lengri tíma.
Og já, enn fletti ég ekki hjá ykkur, afsækið, svona. Hér sjáum við þetta bara svart á hvítu. Þetta sem sagt hlutfall langtíma atvinnulausra á skrá og þetta eru tölur teknar frá því, frá því COVID hefst. Og nú séu þið getur við fyrir. Og þið sjáu hérna, þetta staðin í dag. Þetta eru 50 plus, 51% þeirra sem eru á skrá, sem eru semst 50 árið eldri, hafa verið á skrá 12 mánuði eða lengur. Og þið sjáu það yngri aldurshóparnir, það er mikið meiri hreyfing á þeim. Þeir eru fljótar að koma sér aftur í ný störf. Þannig að sko langtíma atvinnuleysi hefur almennt bara aukist eftir COVID, en þið sjáu hvað þessi aldurshópur sker sig úr. Þannig að þetta er raunverulegt vandamál. Og það sem að stundum má ekki hugsa eða stundum má ekki nefna en að við teljum, eða ég tel, að sé klárlega fyrir hendi í þjóðfélaginu, það eru aldursfordómarnir. Og ég hef hérna tekið 150 manns á þessum aldri. Við erum búin að halda 7 námskeið sem við kallum markviss atvinnuleit 45 plus og þar í gegn hafa farið 150 manns. Ég hef heyrt ótal sögur og við vitum það að þessir aldursfordómar, þeir eru þarna úti. Og það sem við gerum meðal annars á námskeiðinu við förum í gegnum þessi aldursfordóma vegna þess að það er mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því að hvað er atvinnurekandinn sem þú ert að hitta í atvinnuviðtalinu, hvað er hann mögulega að hugsa og hvernig getur þú brugðist við til þess að viðkomandi, til þess að sannfæra viðkomandi þetta á ekki við mig. Ég er að fylgjast með nýjustu tækni, ég fylgist með í mínum geira. Ég er sveigjanlegur, ég er tilbúin að ræða launin og svo vidare. Og bara eitt dæmi, fólk er útslitið og þreytt eftir 50. Hvað erum við þreytt við sem erum hérna yfir 50? Ég meina, fólk hefur aldrei verið í betra formi og er kannski komið meiri tíma fyrir sjálft sig, tilbúið að einbeita sér að skemmtilegri vinnu. Þannig að manni finnst þetta svo mikið sóun. Þetta er sóun á reynslu og þekkingu og þetta er líka bara sorglegt. Og þannig að við förum alveg markvisst til dæmis á námskeiðinu í þetta, hvernig getum við brugðist við þessum fordómum. Ég er ekkert að segja að þetta sé algilt, að þessi fordómar séu svona miklu út í samfélaginu. Einn hluti er líka kannski bara að yfirmenn eru hræddir við að ráða fólk sem hefur meiri reynslu en þeir sjálfir. Ég meina með tímanum þá koma yngri yfirmenn, ég meina allir yfirmenn á mínum vinnustað eru, það sem ég var lengi sjálfinn yfirmaður er orðnir yngri en ég og það er ekki víst að þeir vilja hafa einhverja kettlingu sem er 15 árum eldri en hún, eldri en viðkomandi undir sér og er alltaf að segja, já nei við erum búin að prófa þetta, við höfum gert þetta svona og þú getur gert þetta svona. Þannig að margt á sér eðlilega skýringar, maður þarf að komast fram hjá þessu og það förum við yfir á námskeiðinu. Já, fyrst þetta, við erum semst búin að þróa nokkur úrræði fyrir þennan aldurshóp. Eitt af því er námskeið stafræn hæfni á vinnumarkaði sem að Hermann Jónsson hjá tölvunámsjörum, frábær kennari. Það sem að í rauninni markmið er að fólk sem er á atvinnuskrá hefur verið frá vinnumarkaði einhvern tíma að það verið tilbúnir til að koma aftur út á vinnumarkaðinn og mæta vinnuumhverfinu eins og það er í dag með þeim breytingum sem hafa orðið. Tækniþróunin er alltaf svo hröð, það eru alltaf verið að taka í gagni ný og ný forrit og ein ástæða þessa að fólk hikar við að ráða eldra starfsfólk er að já þau kunna alltaf ekkert á tölvur, þetta gengur ekki, við erum að finnum einhver 25 ára sem er alveg með þetta, búin að fá þetta með móðurmjólkinni.
En þetta námskeið vinsælasta námskeið hjá Vinnumálastofnun, þannig að það er greinilega mikil þörf fyrir þetta og mjög margir sem hafa farið gegnum það. Þannig að Svo erum við með námskeið sem við höldum sjálf, markviss atvinnuleit 45+, og þar í rauninni þá förum við yfir allar mögulega leiðir í atvinnuleitinni og við fjöllum þessar hindranir, aldursfordómana og fleira sem fólk á þessum aldri þarf að glíma við. Fyrst og fremst erum við að hjálpa fólki að taka skrefið aðeins lengra. Þetta bara stutt námskeið, en í framhaldinu getur fólk svo fengið einstaklingsviðtöl hjá ráðgjafa. En þetta eins og ég segi, það 150 mann sem hafa farið í gegnum þetta hjá okkur og þetta bara eitthvað það þakklátasta sem ég geri í minni vinnu. Það þannig að það tvímælalaust þörf fyrir þetta. Hvað haldið að þetta sé gömul kona? Sem gaf mér góðfúslega leyfi til að nota félagsskjólinn sína. Hvað segið þið? Hvað þið? Það bannað að En hvað segið þið? Hvað haldið þetta sé kona? 58 ára. Já, ok. Já. 50. Já, hún fædd 63, hún 59 ára. Og á þessar félagsgrá þá þið sjáu þessa unglegu konu, ég fullt af fólki þessum aldrei lítur svona út. Fólk að hreyfa sig og aktíft og býr yfir allri þeirri hæfni og þekkingu og reynslu sem það hefur áunnið sér á langri ævi. Hún situr ekki fyrir kennitöluna sína á félagsskrána, hún fer beint í hvað hún hefur að bjóða viðkomandi fyrirtæki, styrkleikar og helstu kostir. Og þetta svona eitt atriði sem við nefnum við fólk, að það þarf ekki að byrja á því að koma með félagsskrána og fjölskyldu á hægina og ég á 3 afastráka eða eitthvað svoleiðis, það ekki endilega alltaf líklegt til árangurs. Annað sem við gerum að mér finnst ég hafi verið svo fljót. Heyrðu, ok. Stutt eftir. Heyrðu, við bjóðum líka upp á einstaklingsviðtöl og þar reynum við að meta hvaða aðstoð hver og einn þarf. Ég hef gert það að ég hef jafnvel hringt í atvinnurekendur fyrir viðkomandi atvinnuleitenda. Ég var með einn mann sem var líka fæddur 63 eins og þessi konu sem var að sýna ykkur, menntaður þjónn og hafði verið atvinnuleysi ansi lengi. Mjög flottur, nú fer ég að vera mjög stressuð, en mjög flottur maður hafði hannað vínseðla á flottustu veitingastöðum bæjarins en nú ekki þörf fyrir þessa sérhæfingu af því að það er svo mikið ferðamönnum, þeir koma og fara, þannig að veitingastæður ekki eins mikið að treysta á fastakúnna, þannig að flottir faglegir, velmenntaðir þjónar ekki eins mikilvægir. Við bjóðum upp á ráðningarstyrki hjá Vinnumálastofnun þar sem að fyrirtæki fá 350.000 á mánuði í 6 mánuði greidda með atvinnuleitandanum. Þannig að það svona ákveðið sölutrix, þannig að við fórum bara í það að hann fór í það að fara á staðina, ég hringdi í atvinnurekendur og kynntan, virkaði sem svona fyrstu meðmæli, sagði frá ráðningarstyrknum, við komum honum í starf, þar sem hann sæll og glaður í dag. Þannig að þetta ein leið sem við förum, en við náttúrulega bara eftir því sem hver og einn vill, en oft fólk náttúrulega orðið ansi svona lúið, kannski búið að vera 12 mánuði í atvinnuleysi og þarf kannski svona, sumir þurfa á vilja þessa aðstoð, aðrir síður. Það síðasta sem við erum að spá í og í rauninni ekki komið af stað, það kynningarátak, stuðla að viðhorfsbreytingu í samfélaginu og ég það svona svo hamingjusöm að sjá þennan fund hver sem átti hugmyndina honum og höfum svona verið að nefna það við nokkra aðila að stíga fram, segja sína sögu
og það eru 2 aðilar á þessum fundi sem að munu akkúrat gera það. Hvað gerir ég nú? Þetta var sérstaklega þannig að en þetta hugsum við okkur sem sagt, já, eins og ég segi, það þarf að gerast einhver viðhorfsbreyting í þessum málum, því að þetta er bara svo mikið verðmæti sem verið að fara illa með. Þannig að en það er ekki alveg komið á koppinn, en það er svona það næsta sem við fórum í hugað. Takk. Takk, Dröfn. Við höfum núna 18 mínútur, við erum aðeins eftir dagskrá, en ég lofa því að það verður ekki þannig eftir hlé, þá verður ég ennþá grimmari þegar ég er búin að fá fleiri kaffibolla. En núna ætlum við að standa upp og fá okkur kaffi og kleinur og við ætlum að byrja að ræða hvernig við breytum kerfinu. En við höldum áfram dagskráni og mig langaði að bjóða Geirlaugu Jóhannsdóttur, ráðgjafa Hagvang, sem stíga hér upp í pontu, sem ætlar að tala ráðningaferli út frá sjónarhóli ráðningar aðila. Já, fundarstjóri, kæru fundamenn, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Takk fyrir tækifærið til þess og til hamingju með þetta framtak Mosfellsbær. Ég sem sagt starfa hjá Hagvangi sem ráðgjafi, sjáiði mig og heyriði í mér. Ég er það er ákveðin mismunum sem felst í stærð líka, ég gæti fjallað hana hérna í dag líka. En ég sem sagt starfa hjá Hagvangi sem er 50 ára gamalt ráðgjafa og ráðningafyrirtæki og þar erum við alla daga að taka þátt í að ráða starfsfólk. Við erum hérna í daglegum samskiptum við fjöldan allan af fólki, einstaklingum sem að langar til þess að breyta starf, ýmist fólk sem er á milli starfa eða bara langar í nýja áskorun og að breyta til. Og við erum sömuleiðis í samskiptum við mjög mikið af stjórnendum, vinnuveitendum sem eru að ráða til sín fólk og við erum að veita þeim ráðgjöf varðandi ráðningaferlið. Og það sem að mig langar til að ræða hér er aðalega þessi samtöl sem við eigum við umsækjendur, við fólk sem að leita sér að starfi. Og við erum að hitta sem sagt þann hóp á hverjum degi, bæði fólk þá sem að sækja einhver ákveðin störf sem við erum að auglýsa eða bara leitar til okkar af því að það vil fá ráðgjöf ferilskrána sína eða hvaða skref það á að stíga til að finna draumastarfið sitt. Og hversu algengt skildi vera að aldur beri á góma í þessum samtölum okkar við umsækjendur? Það er nefnilega bara mjög algengt að fólk vilji ræða við okkur aldur og það er vegna þess að umsækjendur hafa áhyggjur af því að aldurinn þeirra sé að hafa áhrif á þeirra möguleika til að fá störf. Og okkar reynsla er svo að umsækjendur hafa meiri áhyggjur af þessu heldur en vinnuveitendur sem að leita að fólki. Það er allavega mun algengara að umræða aldur beri á góma í samtölum okkar við umsækjendur heldur en við vinnuveitendur. Það sem að fólk spyr gjarnan er bara hvort að kennitalan þeirra sé orðin úrelt og hvort að nokkur ráði mig svona miðaldra konu í starfi í dag, hvort að unga fólki sé ekki að fá öll bestu tækifærin í dag, hvort að það eigi nokkurn möguleika á að koma til greina. Það eru svona vangaveltur, svona áhyggjur sem við heyrum fólk hafa af kennitölunni sinni og aldri sínum, jafnvel áður en að fólk nær 50-aldri. Bara upp úr 40 byrjar þetta. Og við segjum fólki gjarnan að bara bíða með þessar áhyggjur í 10-15 ár. Og það sé bara fulltímabært að fara að hafa áhyggjur af þessu. Það kom til mín 63 ára gamall umsækjandi daginn og vildi ræða sína stöðu. Hann spurði líka, er það kynið sem að hafa áhrif eða er það aldurinn? Og ég sagði við hann að vissulega væri raunin svo að hann væri 63 ára gamall og að það hefði alveg það hefði einhverja þýðingu að hann ætti mögulega eftir 4 til
6-8 ár á vinnumarkaði og hann væri hlaðinn og hokinn reynslu og tókum umræðinu margt af því sem kom fram í glærunum hjá Dröfn að þegar að fólk orðið mjög reynslu mikið að búið að vera á vinnumarkaði í einhverja áratugi, þá það gjarnan búið að gegna mörgum störfum. Það hefur haft ýmis starfsheiti, það hefur unnið sig upp, það hefur komist í stjórnunarstöður jafnvel, það hefur hækkað í launum og það getur haft áhrif á möguleika þeirra á að koma til greina í störf þar sem verið kannski að vonast til þess þeirra að viðkomandi staldri við í 5 eða jafnvel 10 ár. En raunin svo að það líklegra þegar ráðið fólk sem komið svona orðið eldra, eftir því sem fólk eldra, þá líklegra að það staldri lengur við í starfi heldur en þeir sem yngri eru. Þannig að þetta samtöl sem við erum líka að taka við þá sem að ráða til sín fólk. Það að leita að einhverjum sem líklegt að staldri lengi við hjá ykkur. Þá getur aldur alveg spilað inn í það vegna þess að yngra fólki það kannski að á hlaupum upp metorðarstigan. Það að afla sér reynslu eins hratt og getur og vill gjarnan komast lengra og stoppar þá ekki endilega eins lengi við á hverjum stað fyrir sig. Það meiri líkur á að 63 ára gamall umsækjandi sé tilbúinn að dvelja í 5 eða 6 eða 7 ár á sama stað. Þannig að þessi samtöl eigum við gjarnan við bæði umsækjendur og vinnuveitendur. En við okkar reynsla svo að umsækjendur hafa meiri áhyggjur af sínum aldri heldur en að vinnuveitendur eru að velta fyrir sér aldri. Og þetta segjum við fólki sem kemur til okkar og segjum fólki að það til dæmis, við ræddum við stjórnanda í einni af stærstu byggingavöruverslunum landsins sem sagði okkur að hans allra besti starfsmaður, hann 83 ára gamall. Hann var ráðinn til fyrirtækisins þegar hann var að nálgast áttrætt og þetta var besta ráðning sem þau hefðu gert vegna þess að þetta var starfsmaðurinn sem að viðskiptavinir leituðu til og bara biðu eftir að fá þjónustu hjá og þau höfðu ákveðnar efasemdir þegar viðkomandi var ráðinn en þessi ráðning margborgaði sig og ef við horfum til svona helstu leiðtoga í hinum vestræna heimi í dag, valdamestu leiðtoga, þá eru þeir á áttræðisaldri sumir hverjir. Þannig að aldurinn fólk ætti, við erum í þessu hlutverki að hvetja fólk til að hafa ekki þessar áhyggjur á aldri en sumir taka okkar ráðleggingum og svona fara aðeins ánægðari með sig út heldur en þeir komin til okkar en aðrir segja bara ég hef bara reynt þetta ítrekað, ég sæki og ég kemst ekki viðtöl. En þá eru líka bara margir aðrir þættir sem spila inn í það. Það bara eins og það þarf að vera vönduð ferilskrá, það þarf að vera vandað kynningabréf og því miður sjáum við allt og oft að fólk ekki að leggja vinnu í þetta. Við fáum jafnvel kynningabréf sem stílað á annað fyrirtæki heldur en að auglýsa eftir starfsmanninum. Það eins og framkom áðan að það byrjað á að segja okkur hverjar fjölskylduaðstæður eru. Við erum ekki að fara að ráða mann viðkomandi í starf. Við höfum áhuga á því hvaða menntun og starfsreynslu þessir aðili sem að sækja hefur og það líka mjög áhugavert þessi umræða af hverju eru við á Íslandi ennþá með kennitölu inn á ferilskrám og af hverju eru við ennþá yfirleitt með mynd inn á ferilskrá. Okkar reynsla þar svo að þegar að kennitalan ekki á ferilskráni, þá fer umræðan á stað hvað skyldi hann vera gamall, hvað hún gömul þessi. En ef hún til staðar, þá verður engin umræða kennitöluna. Og þess vegna höfum við bara alveg eins ráðlagt fólki að hafa kennitöluna inni, því að það það sem að tíðkast einhvern veginn ennþá á Íslandi í dag. Þetta svolítið eins og með avokado, að einhvern veginn upplifun umsækjanda af því hvenær hárrétti, hvenær hann á hátindi sínum sem góður og eftirsóknarverður kandidat svolítið eins og þroskaferli avokado. Við kaupum það og við
setjum það út í glugga og við bíðum eftir að það nái góðum þroska. Svo loksins daginn eftir að það er á sínum allra besta þroskastigi, að þá það einhvern veginn orðið of gamalt. Þetta virðist vera svolítið svona upplifun umsækjanda að til að byrja með þegar ég að klára mína menntun, ég að útskrifast úr háskóla, að þá einhvern veginn ég ekki heldur alveg nógu spennandi af því að þá hef ég ágjur að ég vilja enginn ráða mig í vinnu að því að ég er með stóra fjölskyldu og ég þarf að sækja á leikskóla og börnin eru lasin og allt þetta. Þannig að unga fólkið hefur líka áhyggjur af því að það sé ekki á réttum aldri þegar það að sækja störf. Það ekki einskorðað við fólk sem er orðið miðaldra eða þar bil. 3 mínútur. Okkar skilaboð hjá Hagvangi eru að til allra sem eru að sækja störf og langar að breyta til, að þeir fiska sem róa. Þetta vinna að vera að leita sér að nýju starfi og maður þarf að sinna henni vel, maður þarf að vanda gögnin sín, maður þarf að gera meira heldur en bara sækja það sem auglýst, maður þarf að vera próaktífur og sækjast eftir tækifærunum sem að mann langar í, að bara setja upp lista yfir 20 vinnustaði sem dreymir að vinna á og hafa frumkvæði að því að koma sér þar á framfæri. Senda umsóknir í gegnum vefi, hafa samband við stjórnendur. Jafnvel, ég hitt stjórnendur á stórum vinnustað sem segja við ráðum alla sem koma til okkar og banka upp á. Það fólki sem vill vinna hjá okkur. Þetta eru þó örugglega frekar undantekningar en hitt, en það þarf að hafa fyrir þessu og í raun og veru þá þetta svolítið lýjandi af því að ráðningaferli í eðli sínu höfnunarferli, að sækja 30 eða 300, það einn sem fær starfið, allir hinir fá póstinn bara því miður og þá búið að ljúka ráðningastarfið og það svona enn ein höfnunin og það svo auðvelt að einhvern veginn að láta þetta draga úr sér. En maður má ekki taka þetta persónulega, maður verður að halda áfram, maður verður að vera upplýtt stjarfur, maður verður að vera jákvæður og bjartsýnn og þannig hefst þetta. Og þetta vinna fyrir alla, fólk á öllum aldri, að finna draumastarfið sitt. En það hægt og það kallar á vönduð vinnubrögð, jákvætt viðhorf og að maður sýni sitt allra besta þegar maður fær tækifæri til að komast í viðtal. Og þannig nær maður árangri í þessu. Ég vona að ég hafi náð að jafna tíman aðeins og þakka fyrir mig. Geirlegur, þetta mikið fagmannski, við erum akkurat komin á núna 16:05, svo erum aftur komin á rétta dagskrá. En við erum núna búin að heyra 3 frábæri erindi og það sem verið að fjalla aldursfordóma og vinnumarkaði út frá 3 ólíkum áttum. Við erum búin að vera að tala Herdísi sem ræður vinnumenninguna, hvernig við getum breytt okkur sjálfum. Dröfn sem aðstoðar þá atvinnuleitendur og Geirlegu sem aðstoðar þá atvinnurekendur í þessum ráðningaferli. En núna kannski komin að hjarta dagskrárinnar og þá í rauninni bara sem snýst að vera með heyra frá fólkinu sem þá í atvinnuleit að Þór Sari og Árni Sigurðardóttir ætla að segja frá sinni upplifun af vinnuleit. Mér langaði að byrja því að bjóða Þór að stíga upp á stokk. Já, bara takk fyrir þetta og þetta góða boð að koma í Hlégarð. Ég hafði nú orðað því áðan að seinast þegar ég kom hingað þá var það með sætaferðum frá BSI og við dönsuðum upp á stólum og borðum hérna. Það var miklu meira fjör en þetta samt mjög áhugavert og þetta mjög þarft og miklu þarfara heldur en það sem ég var að gera þegar ég var hérna seinast. Ég hef verið atvinnulaus talsvert lengi. Ég 62 ára gamall. Ég með mjög góða menntun og mikla starfsreynslu. Seinasta starfið mitt þar sem ég var á fastri launaskrá var sem alþingismaður og því lauk 2013 og síðan hef ég ekki verið í fastri launaðri vinnu. Ég búin að fara í gegnum allt þetta ferli, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og þetta náttúrulega bara svona sérkennileg stað að vera í. En ég ætla að fara aðeins yfir bara hver ég Ég náttúrulega var eins og krakki, ég var sendur í sveit sem krakki, ég byrjaði að vinna sem sendill í matvöruverslun hjá honum Ólaf Þór á Hátvegsveginum þegar ég var 13 ára, Kaffibrennslu og Jónsson og Kóper þegar ég var 14 ára, Símanum þegar ég var 15 ára
Ég alinn upp í þessu lúterska vinnusýðgæði, þar sem að vinna dyggð og maður fær pláss í himnaríki ef maður duglegur og kaþólikkarnir hlæja bara þessu sko, en þetta svo inngróið í menningu okkar að við gerum okkur ekki grein fyrir því fyrir en eitthvað bendur okkur á þetta. Svo fór ég til sjó 16 ára, ég var sjómaður hjá Eimskipi í 10 ár, háseti og bátsmaður og ferðaðist allan heim og vann með alls konar fólki. Síðan fór ég í háskólanám út í Bandaríkjunum, fyrst í 4 ár í BS-nám í Suðurríkjum Bandaríkjanna, svo kenndi ég ensku í Barcelona í 1 ár, fór svo í framhaldsnám í New York í 2 ár og var svo að vinna þar í 4 ár í viðbót. Kem til Íslands 1997 aftur, vinn í Seðlabankanum í 5 ár sem hagfræðingur og lánasýslu ríkisins sem sérfræðingur í ríkisábyrgðum og skuldastýringu ríkissjóðs. Fer svo að vinna sem ráðgjafi og aðalráðgjafi hjá OECD í París sem verktaki, kenni viðskiptafræði og hagfræði í Fjöltækniskóla Íslands sem þá var, fer svo inn á þing og þar í 4 ár og tala mikið. Svo fer ég út á þingi og þá bara búm. Og síðan þá, og svona á fyrstu árunum eftir það, ég búinn að fá vel á annað 100 nei. Og það svo sem gott og gilt að tala það að maður eigi bara að halda áfram. En sko, þegar ég var búinn að fá 50 nei, þá vissi ég að ég myndi ekki fá vinnu aftur. Það bara var þannig. En ég hélt samt áfram og hef alltaf haldið áfram. En það bara atvinnuleysi. Og til þess að gera eitthvað þá fór ég af stað með húsnæði sem ég átti út í ferðaþjónustu og fékk einhver laun þar í einhver tíma, var á atvinnuleysisbótum, vildi svo fara í framhaldsnám eða meira nám. Það var ekki hægt hjá Vinnumálastofnun, þannig að ég sagði mig til sveitar og fékk styrk frá Garðabæ til þess að stunda nám í 1 ár í háskólanum og fór svo aftur á atvinnuleysisbætur. Svona atvinnuleysi og svona lífslaup náttúrulega margþætti dæmi, en það náttúrulega greinilega í gangi miklir fordómar hjá atvinnulífinu gagnvart eldra fólki. Og það alveg sama hvað hver segir, það bara þannig. Þetta að vísu margþættar en það, ég meina ég var í pólitík og ég var hvassorður við suma og ég hef sótt störf og fengið bara símtöl frá ráðningarstofu, ekki hagvangi og það komið fram, þar sem ég hef verið bara beðin að draga umsóknina mína tilbaka vegna þess að ég fái ekki starfið þó að ég sé hæfastur í það, vegna þess hver bakgrunnur minn Ég hef sótt hjá Hagstofu Íslands í 5 skipti, þar sem að í 4 skipti hef ég verið langhæfasti umsækjandinn. Þá fæ ég bréf frá Hagstofunni sem segir, já við höfum ákveðið að ráða ekki í þetta starf sem stendur. Þannig að það alls konar svona hlutir í gangi og atvinnulífið og stofnanir ríkisins eru bara óheiðarlegar og með fordóma þegar að kemur að þessu. Það ekkert hægt að orða það öðruvísi. Ólína Þorvarðardóttir skrifaði bók þetta sem kom út fyrir 2 árum. Skuggabaldur, eitthvað hét hún, þar sem hún fer yfir það í löngu máli og ræðir við fullt af fólki sem í sömu stöðu hvað í gangi. Þannig að ég veit ekki hvernig hægt að laga þetta eða hvort að það sé hægt að laga þetta eða hvort að það eigi yfir höfuð að laga þetta, hvers vegna á að vera að reyna að láta atvinnurekendur ráða fólki í vinnu sem að það vill kannski ekki hafa í vinnu. Er það ekki atvinnurekendurnir sem á að senda í endurmenntun frekar heldur en umsækjendurnir? Hún var að nefna það hérna í innganginu með mitt sko. Þarf ekki að huga að moldinni og áburðunum frekar heldur blóminu sjálfu sko. Það spurning. Ég hef líka haldið mig við efnið. Ég með, ætli ég sé ekki með svona 20 námskeið hjá Endurmenntunarstofnun í gegnum árin sem að ég hef notað til þess að viðhalda þekkingu minni. Það breytir engu heldur. Þannig að ég þakka fyrir að fá að vera hérna. Þetta athyglisvert og sérkennilegt að hafa þurft að fara í gegnum þetta. En ég auglýsi bara eftir lausnum. Og ég held að við vitum hver lausnin er. Hún svo líklega að það eru atvinnurekendur og mannauðstjórarnir sem að þurfa á endurmenntun að halda, ekki þeir sem að sækja Takk. Takk
Þór fyrir áréttinguna. Þetta eins og við vorum að tala þetta við þurfum samfélagsbyltingu, breytingu, að breyta samfélaginu í átt til jafnréttis. Þá langar mig að bjóða Árdísi Sigurðardóttur velkomna, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og ég ætla líka að segja kæra þakki fyrir að leyfa mér að koma hingað. Ég gladdist mjög við það. Svo ég haldi nú áfram að pöngast á mannauðsstjórum. Ég vona að ég móðgi engjan að það var nú einn ágætur sem sagði við mig fyrir alls ekki 4 ár síðan: Árdís, þú færð enga vinnu. Kennitalaðin röng. Og að því ég svo kurteis og vel upp alinn. Þá ákvað ég nú að segja ekki neitt. En þetta fór svolítið samt, þetta situr ennþá svolítið í hausnum á mér, ekki síst vegna þess að þessi manneskja fékk sitt starf í gegnum klíku. Og hún er 6 árum eldri en ég. Þannig að þetta nú þetta með að fá störf og tengslanett og allt slíkt. En allavega ég búin að vera án fastrar atvinnu núna í 5 ár. Ég hef starfað í afleysingum í ár hér og þar. Nú síðast fékk ég 6 mánaða starf hjá BSRB í gegnum Vinnumálastofnun og því lauk núna áramót. Og ég segi eins og Þór, ég ekki búin að gefast upp. Ég meina, ég 56 ára gömul, ég hef unnið 18 ára mínu starfsferli annars vegar fyrir í norrænu umhverfi, bæði hérlendis og erlendis. Ég hef unnið fyrir Breta í 8 ár, ég hef með mjög góða tungumálakunnáttu, ég hef bara mjög góða starfsreynslu. En ég sæki en ég ekki eins og Þór, því að ég tel ekki hversu margar hafnanir ég hef fengið. Eða hversu mörg störf ég hef sótt en ég get svona lauslega að reikna það út af þessu 5 ára ferli. Við erum að tala 5 til 15 störf á mánuði fyrir eftir hvernig, náttúrulega gerðist ekki til COVID. En ég tók eiginlega ákvörðun fyrir svona hálfa ári síðan að ég ætla að hætta að vera svekkt. Ég búin að fara á þessu ári núna í 6 atvinnuviðtöl en ég ekki númer 1. Ég verð númer 1 einhvern daginn. Ég ætla nú ekki að segja eins og Jóhanna, minn tími mun koma, ég trúi nú samt. Og þetta nefnilega svolítið rússíbana dæmi, sko. Og ég nú ein af þeim sem að Dröfn hefur hitt reglulega, þakka fyrir það Dröfn. Og ég hef sótt þessi námskeið sem að hafa sko verið hvað að segja, ég nenni ekki á fleiri peppnámskeið og núna vona ég að ég má ekki engan heldur. En ég bara, ég bara á þeim stað að það fer þversum í mig. Ég bara algjörlega brjálast, eða ég bara tek ekki þátt í þessu. En ég til ég að fara á allt sem að tengist tölvum og ég hef gert það og sótt mér endurmenntuna þar. Minn bakgrunnur, ég með stjórnmálfræði og sænsku. Og svo tók ég mastersnám í lobbyisma. Ég fylgist mjög vel með. Ég meina, ég með ungling heima þannig að þó að, ég fylgist vel með samfélagsmiðlum líka þó ég noti sjálf ekki TikTok og allt þetta að þá þekki ég til þess að umhverfis. En svo nú annað líka við okkur hérna á Íslandi, það þessi menning okkar sem alltaf tengd við vinnu. Ég meina, ég vann í Norræna húsinu fram til árið 2000. Ég hitti ennþá fólk á gangi sem segir, hvað að gerast í húsinu? Og ég segi, örugglega rosalega skemmtilegt, ég bara veit það ekki. Ég hætti þarna árið 2000. En þetta fyrsta spurningin. Ertu ennþá þarna? Veitu, hvað ert þú að gera? Og þá fór ég að hugsa æðislegt partí sem ég fór í Stokkhólmi árið 96. Nokkur ár síðan. Og þá var það sem sagt kunningi minn sem að hann var í svona kallaklúbbi sem að hét Bræður Díonýsusar og ég þarf nú ekki að útskýra nánar út af hvað sá félagsskapur gekk út á. En þeir voru 10 saman og hver þeirra bauð 10 gestum og það var gengið þetta var mjög skemmtilegt og svo var endað í kvöldverði. Og ef það voru vinir, það voru okkur splittað. Ég sat við hliðina á okkur fólki sem ég man reyndar ekki hvað heitir lengur, þannig að það komin 20 og eitthvað ár síðan. Það var bara ein regla. Við máttum ekki tala við hvað við störfuðum. Þarna sat ég í kvöldverði, langt fram á nótt og endaði disk og rosa gaman, en ég veit ekkert hvað fólki í kringum mig gerði.
Og þetta eitt sem ég hef oft hugsað Við ættum kannski aðeins að, þú veist, ég ekki bara manneskja sem að leita mér að vinnu. Ég líka fjölskyldumanneskja, þú veist, ég alls konar eins og allir aðrir. Og ég hef alltaf haft aðeins aukavinnu meðfram, þannig að maður ekki alveg að lepja döðan og skel. En á hinn bóginn, eitt af því sem erfitt, að það ég fattaði það líka fyrir svona rúma hálfu ári síðan. Ég fekk alltaf pínu svona magaverki, svona kringu 25. hvers mánaðar. Þá var það bara svona undirliggjandi streita. Þú veist, shit, þú veist, hvað skildi maður, já, það bara launin, sko. Þú veist, að komast áfram og bara lifa, ég veit að þeir sem atvinnulausir ekki eina fólki sem á erfitt með að framfleyta sér. En þetta reyndar staða sem ég hélt að ég myndi aldrei lenda í. Ég búin að vinna sem sérfræðingur í 25 ár. Þannig að ef einhvern vantar góða tungumálamannesku skrifbönd eða þýðanda þá ég laus. Takk fyrir. Takk Þór og Árdís. Þá langar mig að bjóða að stíga hér upp á stokk Jón Arnar Guðbrandsson sem eigandi Grazi Trattoria sem hann rekur vinnustað og tók það ákvörðun að ráða einungis fólk eldri en 60. Svo þá ætlar að segja frá sinni reynslu. Já, komið sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér. Æðislegt að fá að reyna með ykkur. Það var nú reyndar ekki þannig að ég væri bara að ráða 60 plus, heldur vildi ég fá líka með 60 plus og óskað eftir þeim. Og þetta var þannig að ég var að keyra, ég nú búin að vera í þessum veitingabransa í ansi mörg ár og lengi og ég man þegar ég var að opna Lemon 2012 þá óskaði ég eftir starfsfólki 18 til 30 ára. Þú veist, það var bara eina fólki sem ég vildi fá þá og hugsaði því þetta var svo hipp og kúl og skemmtilegt og þegar mest voru 30-40 krakkar að vinna hjá okkur og þetta var endalaus höfuðverkur og vesen og svo var ég að opna Grazi núna í vor. Ég að keyra upp Ártúnsbrekkuna og heyri ég viðtal við gamla bankastjóra minn. Þar sem hún var að tala að hún var eitthvað rúmlega 60 og hún fengi bara ekki vinnu og var búin að vera atvinnulaus í 5 ár og ég hugsaði bara, þetta málið. Þú veist, þetta stærsta vandamál í veitingabransanum í dag að fá starfsfólk. Og ég man bara þegar fyrir svona 10-12 árum síðan eða þegar Alfreð var að byrja þá setti maður auglýsingu að sóttu 400, 300, 200 eftir hvað staður það var sem maður var að auglýsa eftir fólki á. Í dag setur maður auglýsingu og það sækjum kannski 20, maður býður 5 í viðtal og það mætir enginn. Og það bara respektið við störfunum í dag sem maður fær frá þessu unga fólki sem bara því alveg sama. Þú veist, ef það átt að fara á kaffihús frekar en að mæti viðtal, þá fer það bara frekar á kaffihús en að mæti viðtal. Ég seti inn auglýsingu og auglýsa eftir 60 plus og ég gerði það ekki á Alfreð, ég var ekkert viss að það myndi skila sér alveg beint til allra en ég seti heilsuauglýsingu í Morgunblaðið og það stoppaði ekki hjá okkur, síminn, tölvupóstar og þar fram eftir göttunum. Og það endaði með því að það komið sem sagt 30 viðtal til okkar og 15 voru ráðnir. Og það sem var svo skemmtilegt við þetta var það að þegar maður var að taka á móti fólki, ég kom einhver og sagði kom einhver og sagði já, sko ungu krakkar, ég sækja vinnu karlaunin, hvernig vinnutíminn? Er ég frí aðra okkur helgi? Og það var fyrst spurningarnar. Svo kom fólkið sem var 60 plus, allt upp á dressað, labbaði með mann staðinn, býtu hvað viður í þessu, já, hvernig þessi sófi og spurði og maður var bara, ég var bara gæs og þeir tala þetta, þú veist, respekti við öllu var svo ótrúlegt. Og þannig maður með veitingastað sem ítalskur og maður búin að vera á Ítalíu og skoða fullt af veitingastöðum og hverju tók á móti manni á ítalsku veitingastöðum. Það var fullorðna fólkið og maður fann bara hvað maður var velkominn og hvað manni leið vel og bara hvað var mikið bara respekt fyrir öllu. Það endaði svo reynda með því að þú veist, þetta var svolítið skemmtilegt því að það voru einn sem var 76 ára sem ég réði inn og hann hringdi í mig 3 dögum seinna og sagði, heyrðu Jón minn, það nú bara þannig sko að eftir að fréttist að ég verið byrjað að vinna hjá þér þá hefur símningi stoppað þannig að búið að bjóða mig betrónni upp á Hótel Glim
og það hendar mér mjög vel, þannig að ég var að spáði hvort það væri í lagi að ég mætti segja upp hjá þér og það er bara dásalegt að vita að það eru eftirspurn eftir þessum aldri, það er bara æðislegt. Og svo fékk ég líka símtöl bara frá 3 félögum mínu sem í þessum bransanspurðu, heyrðu, megum við fá affallið hjá þér, þú veist, að þeim sem ég gat ekki ráðið. Og það var svona, þú veist, þannig að varð einhver vakning við þessa auglýsingu og svo bara líka að við fengum, þú veist, þetta var í aðalfréttum Stöðvar 2 bæði þegar við opnuðum og viðtal við þessa snillingar sem voru þarna hjá mér, en svo fylgdu þessu náttúrulega svona hlutir sem að maður bara þarf að hafa í huga, að það var sko þessi 10 síðan sem að urðu svo loka inn á vaktaplaninu, 8 þeirra voru samt í fríi frá 1. júní til 30. ágúst, sko, þeir voru búin að bóka sig í sumar til Spánar og svona. Og þannig að það sem ég lærði á þessu, og ég held að sé bara mjög gott allavega fyrir það sem að ég að gera, það að þú veist að ég bara bjó til svona glugga í vaktaplanið og svo sagði ég bara, þú veist, þið bara skráið ykkur inn á þær vaktir sem þið viljið taka. Og ég verða að enda þetta með einni sögu sem sko þannig að ég gæti farið að gráta hérna við pontið því hún var svo ótrúleg, og þetta bara svo ótrúlegt dæmi því að ég það kemur til mér kona í viðtal og segir, þú veist, ég reyndar aldrei unnið á veitingastað, en þú veist, mér vantar bara eitthvað að gera. Þú veist, ég misti manni minn fyrir 2 árum síðan og ég hef varla farið úr húsi síðan. En bara mér fannst þetta svo áhugavert og spennandi og mér langar að prófa þetta. Og ég satt þarna á mótinni bara, þú veist, ég var bara hálf klökkur þegar ég var að tala við hana. Og ég segi bara, þú veist, þú þarft ekki að hafa unnið hérna og þú tekur bara á móti fólki og bara nýtur þess að vera hérna með okkur. Sem endaði svo með því að hún var bara hjá mér í 3,5 mánuði áður hún fór svo aftur, þegar fór svo til útlanda og ætlaði að reyna að koma aftur í haust, en hún kom til mín áður hún fór út og sagði að þetta bara bjargaði mínu lífi. Sem hún var inni lokuð í 2 ár. Ég þorði ekki að sækja ég þorði ekki að gera neitt, svo sá ég bara þessu auglýsingu og hún var 65 ára þessi kona og hún kom og þetta bara var til þess að hún bara, hennar líf var allt í orðið dásamlegt miðað við hvernig það var. Þannig að þú veist, það bara svo margt gott sem við getum gert með þessu. Og svo bara, þú veist, ég labbi inn á veitingastað, þú veist, og ég meðalaldurinn hjá mér á veitingastaðan mér frekar hár miðað við kannski það sem gengur að gerist, með æðislegar ítalskar ömmur og mömmur í eldhúsun og svona, en bara labbi inn á veitingastað og það tekur á móti bara virðulegu maður eða virðuleg kona og býður til sætis og að dúllast við því í staðin fyrir að það bara tyggjóglasa framan í og kíkja á símann á meðan við erum að fara þetta rosalega mikill munur. Þannig að ég held, þú veist, að mér þetta geggja og ég var rosa ánægður þegar ég fékk þetta símtala því að þetta hefur bara, og þetta vakti gríðarlega athygli, en svo það kannski eins og Þór sagði hérna, þú veist, svo það bara spurning, þú veist, hvað ætla menn að gera, þú veist, það rosa sniðugt í allar hringi nonna maður, hann var með svo geðveiska hugmynd, en einhver að fara að ráða, einhver að fara að gera þetta, en allavega í mínum bransa að þá eru þetta störf sem að ég held að bara hendi rosalega vel að fá fólk sem orðið 60 plus í að hluta til. Það náttúrulega gríðarlegt álag. Við erum að taka 200-300 manns í mat okkur einasta kvöld og við erum með sæti fyrir 105, þannig að þetta bara búm, búm, búm. En það alveg rosa gott að finna þá bara fyrir þessum rólega fullorðna manni eða konu sem svo bara haldöllum rólegum. Og ég hef alveg heyrt það hjá unga fólki sem mér svo það heldur hann að vinna, þú veist, það allt svo rólegt og yfirvegað. Þannig að þetta bara, mér finnst bara ótrúlega margir kostir við að fá fólk á þessum aldri inn og ég ætla að halda því áfram og ég vona bara að þetta verði til þess að vekja einhverja upp þessi frábæri fundur ykkar. Takk fyrir mig. Við erum nú komin á seinasta hluta dagskrárinnar. Nú erum við búin að heyra frá fólki sem í atvinnuleit, fólki sem að vinna með fólki í atvinnuleit og sem að vinna með atvinnurekendum. Og við erum búin að heyra það vandamál, það eru fordómar, við erum búin að heyra áréttingu á því að við þurfum að vinna saman að því að breyta samfélaginu og þá hvernig fyrir við að breyta samfélaginu. Við gerum það með aktivisma og lobbyisma og bara hreinlega grasrótastarfi og þá einstök gleði að bjóða hér velkomna Ingibjörgu H. Sverrisdóttur sem formaður Landssambands eldri borgara sem ætlar að ræða upplifun gráa hersins. Og þá bara hvernig, vertu velkomin. Fundarstjóri og góðir fundamenn, takk fyrir að
bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag. Ég þarf að leiðrétta aðeins, ég var kynnt sem formaður Landssambands eldri borgara, en ég formaður félags eldri borgara í Reykjavík. Ég hérna staðgengi fyrir hann Helga Pétursson sem formaður Landssambandsins. Já, þetta yfirskriftin grái herinn og vinnumarkaðurinn. Mig langar að sjá. Ég vil aðeins að útskýra grái herinn. Grái herinn nefnilega ekki skráð félag og það var sett af stað hjá félagi eldri borgar Reykjavíkurreyndar og hjá held í 2016 og það var hópur þar held ég í stjórninni sem að hafði áhuga á því að lyfta þessu eitthvað upp og það var grái herinn sem sagt bara nafn eða hugtak og endanum þá skráðum við þetta sem svona eins og vörumerki eða einkaleyfi á nafninu og við notum það ef að við viljum skeita þessu við einhvert baráttumál sem að við viljum vekja athygli á vegna þess að það hefur nú komið í ljós að það er betra að ef við viljum ná athygli þá skiptir máli nafnið eða hugtakið og við fáum ekki sömu viðbrögð ef að við tengjum hugtaki eldri borgara við eitthvað. Það þykir ekki innspennandi en leið og það er grái herinn þá opnar allir augun og eyrun. Það er bara því miður þannig. Sjá. Svo ég hendi hér upp svona nokkrum hugmyndum eins og til dæmis félag eldri borgara krefst eða eldri borgara krefjast, það hlustar miklu færri. Ef við segjum grái herinn krefst þess að fá að vinna eða grái herinn krefst bættara kjara, þá opna allir augun og eyrun. Og við til dæmis stofnum málsóknarsjóð gráa hersins, við erum í málaferlum við ríkið út af skerðingum og þá tengdum við heitið á sjóðnum gráa hernum vegna þess að við erum í málaferlum sem grái herinn. Þetta vekur miklu meiri athygli heldur en eldri borgarar þetta hitt. Við erum nefnilega að það er að koma nýja kynslóðir inn og við erum svona innan hipp og kúl dálítið. Og við erum líka dálítið að færa okkur frá þessu heiti eldri borgarar og við erum farin að færa okkur yfir í að tala eldra fólk og eldri íbúa. Það hljómar mun betur heldur en eldri borgarar. Það vill enginn vera eldri borgari en eldra fólk eða eldri íbúar það er miklu breiðara í raun og veru í umræðinni að geta það tekur með stærra aldursbil í raun og veru. Jafnrétti á vinnumarkaðnum hjá eldra fólki, það má segja að það sé tvíþætt. Aldursfordómar, það hefur nú komið fram umræðu einmitt það og þetta er vandamál, ég get alveg tekið undir það þó að það sé kannski ekki mikið að tala það, en það er samt vandamál og svona flokkun á kaffistofinu, á vinnustöðum og annað. Kennitalan, það hefur verið talað það hér, af hverju bara yfir höfuð erum við að nota kennitölu. Ef ég man rétt, þá vorum við áður hér með eitthvað númer í kerfinu, er ekki kannski hugsanlegt bara betra að vera með svona bara númer í kerfinu frekar heldur en að vera að tjalda kennitölunni. Því að aldur er náttúrulega svo afstæður.
og aldur segir heldur ekkit starfsgetu. Við erum bara öll mjög misjöfn og getum sumir vinna styttra og aðrir geta unnið lengur eins og gengur. En það sem líka annað vandamál í því að vinna að það er skerðingar á lífeyri frá almannatryggingum. Þess vegna erum við nú í málaferlum að því að við erum ósátt við þessar skerðingar og ég get nú bætt í að okkar mál fer fyrir Hæstarétt núna 5. október, þannig að sjá til hvað kemur út úr því. Nú, fjöldinn sem er á lífeyri, hann er með blandaða tekjur, hann er svona cirka 41.000 og þeir sem eru ekki með blandaða tekjur en eru bara á lífeyrisgreiðslum, þeir eru svona eitthvað cirka 13-14.000. Þannig að það er talsvert minni hópur heldur en þessi sem er með blandaða tekjur og það er þá kannski helst þeir sem hefðu áhuga á því að vera á vinnumarkaðnum. En þeir eru svolítið þröngur stakkur skorinn að vera að taka einhverjar tekjur umfram lífeyrissjóðstekjur og tekjur frá Tryggingastofnun. Það er þeir sem eru með blandaða tekjur og þeir verða fyrir skerðingum en núna frá áramótum þá eða frá 2017 þegar að almenn tryggingalögin breyttist síðast að þá var frítekjumark atvinnutekna 100.000 krónur sem var alveg afskaplega lítið og þetta dregur úr áhuga fyrir því að vilja bara yfir höfuð vinna og þiggja viðbóta laun vegna þess að skerðingarnar eru svo miklar og ég kem með dæmi á eftir. En núna síðustu áramót það er búið að kvarta nú svo mikið yfir þessu og það var hlustað á það. Núna það bættist við 100.000 þannig að nú mega lífeyrisþegar vinna fyrir 200.000 krónur á mánuði og það munar það vegna þess að þessar upphæðir þær eru ekkert bundnar við launavísitölu. Þetta 100.000 krónurnar höfðu bara ekki hækkað neitt síðan 2017 þannig að þetta fylgir ekki neinni launavísitölu en einu slíku þannig að ef fólk verið að vinna og ef fengi launahækkun kjarabætur að þá er fólk bara komið upp fyrir og þá lendir fólk í skerðingum en 200.000 allavega frá síðustu áramótum. Og það hefur sýnt sig að það er ekki margir sem er að vinna sem eru komnir á lífeyrissjóðstekjur. Þannig að það er hugsanlegt næstu áramót hvort að það stækki hópurinn af því að þetta er komið upp í 200.000. Ég verð aðeins að fá að sýna ykkur að skerðingarnar 67 ára þeir einbúi hann er með skerðingar upp á 73,26% og í sambúð 65,87%. Þannig að hverjum 100 krónum þá fær hér 27, í einbúi 27 krónur og hinn 34 krónur. Og síðan ef maður vinnur lengur að það sem menn átta sig ekki á þá aukast skerðingarnar. Þannig að það er vafamál hvort að maður eigi að vinna lengur en til 67 ára. Það verður bara hver og einn að reikna það út fyrir sig. Við erum öll með mismunandi lífeyrissjóð og annað og það ætti hver og einn að reikna bara út fyrir sig. Þið sjáu það meðast 70 ára og síðan 72 ára. Ef maður vinnur til 72 ára þá bara aukast skerðingarnar. Þannig að það borgar sig ekki að vera að fara á vinnumarkaðinn að vera að eltast við þetta. Það er allavega vafamál, það verður hver einn að gera það upp við sig en að fá einhverja 20 krónur út úr því að hverjum 100 kalli að vinna til 70. Þannig að það er verður hver einn að gera það upp við sig.
En mismunur á vinnumarkanum, þeir sem eru með 643.380 krónur úr lífeyrissjóði, þeir þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af skerðingu, þeir mega vinna bara eins og þeir vilja og bæta við þessar tekjur eins og þeir vilja, meðan að hinir, þeir eru bundnir við þessi 200.000 og síðan að taka öllum skerðingum allt sem að kemur umfram það lendir í þessu skerðingar þessar skerðingatöflu sem ég var að sýna ykkur á það. Þannig að hvatinn er mjög lítill. Og hverju eigum að breyta? Það í raun og veru bara að sleppa eða hækka frítekjumark atvinnutekna. Það myndi vera hvati og það myndi skapa hvata til að vinna og afla sem í tekna. Hlutastarf geti komið sér vel. Og ríkið, það fengi meiri skattgreiðslur og það vantar fólk á vinnumarkaðan, heyrist mér. Starfsreynsla fólk helst lengur inn af fyrirtæki en maður fær að vinna áfram. Og svo þetta gamla hér, ungu nemur gamalt hefur. Ég held að það sé nú bara mjög gott fyrir hvern vinnustaf að hafa fjölbreytni í aldri. Nú, já, það að vinna aldursvoldum eins og hefur komið fram hérna. Og blöndu aldurskipting á vinnustöðum finnst mér bara mjög nauðsynleg og varðandi kennitölu í kerfinu. Já, ég víst búin, það ekki búin með minn tíma. Takk fyrir. Takk fyrir. Já. Takk Ingibjörg, formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni og hvað mætti ég segja, skæruliði í gráa hernum. Hún vekur athygli einmitt að þetta í rauninni að misréttið ekki einungis á vinnumarkaðnum, þetta líka út af við þurfum að breyta kerfinu og þá lítum við til stjórnvalda að skapa kerfi sem virkar fyrir okkur öll, sama hvað aldrei við erum. En þá komið að loka erindi Sigrún Ósk Jakobsdóttir mannustjóri hjá Advania. Hún ætlar að segja frá að komi erindið að byggja upp jafnréttismenningu í Mosfellsbæ og hvernig við getum kannski tekið þær leksjur sem við höfum búin að heyra í dag og þessar upplifanir og breytt ferlum innan Mosfellsbæjar til að gera Mosfellsbæjar að jafnréttisbæ. Takk. Mikill heiður að vera beðin að fá að koma hérna. Ég viðurkenni það alveg að ég varð pínu hissa fyrst í ljósi þess að við erum að tala aldur því að okkar jafnréttisbarátta hjá Advani hefur snúist mest af konum að auka þeirra nýliðun og auka þeirra mátt í tækninni. En þegar ég fór að hugsa hvað aðgerðir höfum við farið, hvað verkefni höfum við ýtt af stað, þá má yfirfæra þau á jafnrétti í sinni víðustu mynd í raun og veru. Því að hvað menning? Það ekkert annað en hugafarið og hegðunin sem samþykkt á vinnustanum. Samþykkt hegðun að mismuna eftir einhverjum hlut, hvort sem það meðvitað eða ómeðvitað. Það samþykkt hugafar að trúa því að einhver með eitthvað tölustaf í kennitölunum sinni getur eða getur ekki eitthvað. Eða trúa því að karlar séu betri stjórnendur en konur. Því að þetta alveg eitthvað sem hefur verið gegnum gangandi í okkar samfélagi. Og á sama tíma og ég gríðarlega stolt af okkar verkefnum og þeim fjármunum og tíma sem við höfum varið í jafnréttisverkefni, þá ég mjög meðvituð að við erum virkilega langt eftir. Við erum rétt að byrja. Okkar vegferð, svona formlega, hófst á árunum 2017-18. Þá erum við að innleiða jafnlaunavottun og á sama tíma þessi málaflokkur sjálfbærni að fá aukinn hljómgrunn. Og byrjun árs 2019 þá erum við farin að bæði greina kynbundinn launamun mánaðarlega og farin að skila reglum sjálfbærniskýrslum til stjórnar Advania og eigenda. Það sem við þurftum meðal annars að tilgreina kynjahlutföll í ýmsum starfahópum og eftir aldursdreifingu þátttöku fólks á vinnustaðnum okkar. Það sem gerist svona sem afleiðing af þessu er að við fórum að horfa á öll okkar gögn, á öll okkar ferla, í rauninni bara alla mælikvarða sem komust yfir með allt öðruvísi augum. Fyrst þurfum við að greina því að það hluta af jafnlaunavottinu þó að margir tala karl og konur. Það líka bara innleiða kerfi sem langmarkar alla mismunun.
hluti af ferlinu sem ég held ekki allir átti sig á við að greina launamun felst líka í því að greina er munur eftir kyni þegar þú taka tillit til hvers konar starfi er fólk að sinna og hvað reynslu hefur það. Þetta líka við aldur og kyn er mismunur eftir aldri. Þannig að þó að fyrirtæki tali við erum ekki með kynbundin launamun, þá ættu flestir að greina líka eru við með aldursbundin launamun, sem ekki er þetta réttlæta í einhverjum ára fjölda í reynslu. En við förum þarna, það sem okkur var mikilvægt var að horfa á þetta jafnrétti kynjanna og við förum að setja upp það sem við köllum kynjaglirun, þetta sem ég talaði áðan, að horfa á alla mælikvarðana með þessum glerum og greina þau eftir fleiri hlutum sem við höfum gert. Við höfum fylgst með starfsánægju í langan tíma en við höfum ekkert sérstaklega horft á hana eftir kyni eða eftir aldri. En við höfum gert þetta núna í nokkur ár. Og við byrjum bara á einfaldasta mælikvarðanum. Þetta er hlutfall kvenna hjá Dvanja. 29%. Þetta er flott tala ef þú horfir á upplýsingatækni geirann, hvort sem það er á Íslandi eða erlendis, en þetta er ekki jafnrétti. Jafnrétti er ekki 29% þegar sirka helmingur kvenna á atvinnumarkaði eða sirka helmingur kvenna í samfélaginu eru konur, eða helmingurinn er konur. Þannig að við hugsaum að við þurfum að skoða af hverju ef við ætlum raunverulega að byggja upp jafnréttismenningu. Því að við skoðum þessa mælikvarða alla eftir fleiri breytum en þar sem hallaði mest var á milli karla og kvenna. Við hefum getað ráðist í flest þessu verkefni sem við hefum ráðist í líka það halla mest eftir aldri eða eftir uppruna. En þarna var okkar svona sársaukapunktur. Þarna var mesta þörfin á breytingum. En við erum með 650 manna fyrirtæki, þannig að við þurfum að horfa á þessa tölur meira heldur en bara í heildarsamhenginu. Og við fórum að greina eftir starfahópum, eftir sviðum og það var á einum stað, það var einn staður í fyrirtækinu, eitt svið sem skar sig mest út. Á sviði rekstrarlausna hjá okkur voru einungis 9% konur. Rekstrarlausnir eru aðeins öðrum tekjusviðum í tækni og ég ætla ekki að fara í dítelni í því, en þau eru að vinna í mikið kerfis- og netrekstri á meðan önnur svið eru í því sem heitir hugbúnaðarþróun og þjónustu í kringum hugbúnað. Það er líka ólík menntun að baki. Fólk á þessu sviði er algengast að það sé með diplóm í kerfisstjórnun. Á meðan aðrir eru með tölvunarfræði, önnur svið með fólk með tölvunarfræði, viðskiptafræði, verkfræði, aðrar háskólagráður að baki. Það er svona algengsta menntun. Þannig að við hugsaum, þetta er eitthvað sem þarf að laga. Og það sem meira er að þetta svið er það stærsta í fyrirtækinu. 650 starfsfólk á þessu sviði starfa 200 þeirra. Þetta er samt bara 1 af 5 tekjusviðum. Sviðum þegar við erum að horfa á svið. Þannig að þetta er langstærsta sviðið. Við hugsaum þarna er mesti fjöldin af fólkinu og þetta er mesti hallinn. Og við hugsaum þarna byrjum við. Þarna ætlum við að byrja okkar vinnu. Við fórum í ýmis verkefni og ýmsar aðgerðir. Við tókum allir þessi gögn og líka horfum á þetta svið og greindum það eftir kyni. Við fórum og sendum alla stjórnendur á þessu sviði inn á námskeiði ómeðvitaðri hlutdrægni. Það sem við heyrðum aðeins hérna í fyrsta erindinu. Þetta námskeið felur ekki bara í sér hlutdrægni varðandi kyn, heldur bara yfir höfuð. Því að fyrsta mikilvægasta skrefið í baráttunni gegn ómeðvitaðri hlutdrægni er bara að viðurkenna það hvað við erum öll full af hlutdrægni. Við erum það. Og við þurfum að spyrja okkur stöðugt. Og þetta er mannlegt eðli sem hún komir inn á. Við komumst ekkert hjá því að vera með hlutdrægni. Við þurfum að vera rosalega meðvituð um hana. Við fórum líka, og já, okkar jafnréttisfulltrúi tók viðtal við allar konur á þessu sviði. Reyndar mjög gerlegt verkefni því að þær voru ekkert rosalega margar. En hún settist niður með öllum og bara ræddi við þær í langan tíma þeirra upplifun og hvað þær héldu að mætti bæta á þessu sviði. Við fórum líka gegnum ráðningarferli. Erum við mögulega að hafna konum? Erum við ekki að ráða þær? Erum við með eitthvað fordóma í þessu ráðningarferli? Við vorum að leita sem rauða þræði, en það var ein setning sem við heyrðum aftur og aftur og aftur. Og það eru bara engar konur. Við erum ekki ósökjart, þær bara er ekki þarna. Við erum ekki að hafna þeim, þær bara er ekki þarna. Og meðan sátum við, sem ekki störðum mjög svo bara, getur það verið? Er þetta ekki bara eitthvað rugl? Við vorum búin að fara í gegnum ráðningarferlana og við vorum alveg með aðgengilegar auglýsingar og við vorum búin að prófa mismunandi aðferðir í framsetningum en þetta var alveg rétt, það sóttu nánast engar konur störf í kerfis- og netrekstri. Og þetta náði niður í
að við hefðum geta stoppað þarna og sagt, þetta er ekki okkar vandamál. Við erum ekki með fordóma, þær eru ekki þarna. Við erum ekki að mismuna því þær eru ekki þarna. En við ákveðum að gera það ekki, við hugsaum, af hverju eru þær ekki þarna? Og þá kom í ljós, þær fara ekki í námið. Á árunum á undan höfðu 0 til 3 konur á hverju önn verið í námi í kerfisstjórnun. Það eru hámarki 4% nemanda á hverju sinni. Þær fóru ekki í þetta nám. Þannig að þetta var alveg sattir í sögðu, það er enga konur. En við hugsaum, af hverju fara þær ekki í þetta nám? Því að það er ekkert við þetta starf, frekar en nokkuð annað starf sem segir að það er verið frekar fyrir karla eða konur. Og þetta má yfirfæra yfir á aldur, yfir á uppruna. Það er ekkert við þetta starf sem ætti að valda mismunum. Þannig að við hugsaum, okkar ábyrgð líka. Við erum stærsta upplýsingatækni fyrirtæki í Íslandi og ef einhver getur haft áhrif á þetta, þá er það við. Við ákváðum að bjóða námsstyrk í kerfisstjórnun til kvenna. Reyndar konu í fyrstu umferð. Við hugsaum, ef við getum allan að tryggja að 1 kona fari í þetta nám á hverju önn, bara 1, þá erum við strax mikið betur sett heldur en áður. Þetta var ekkert rosalega stórt átak. Við nýttum okkar samfélagsmiðla, við höfum stærri áheyrnarhóp heldur en skólarnir. Skólarnir fóru mjög viljugir með okkur í þetta og við heldum einn veffund á Facebook þar sem við tefldum fram flottum fyrirmyndum, flottum konum sem starfi í þessu. Við útskýrum starfið á mannamáli og við útskýrum námið á mannamáli. Og markmiðið var, eins og ég sagði áðan, aðeins að rífa upp þessi 4%. En önnina eftir þetta litla átak okkar var þetta hlutfall kvenna í nemendahópnum. 60%, þar voru meiri hluta. Við erum að tala 70 manna hóp. Og við hugsaðum, af hverju? Þetta snýst fordóma, þetta snýst staðal ímynd starfsins. Það sá allir fyrir sér eins og kom fram með náðan unga gaurinn. Og ég leyfi mér að fullera, þetta er svona að fólk sá fyrir sér eitthvað sem var á joggaranum með heyrnartólunum hálsinn og 2 litra kóklösku á borðinu, að tengja ykkur snúrur. En þetta nám, eða þetta fag, snýst úrlausn vandamála og mikið til samskipti við viðskiptavini sem er í vanda. Hjálpa þeim að finna rót vandans og komast út úr ykkur krísu. En, svo ég sé fullkomlega gagnsæ, þá var þetta hlutfallið í útskriftarhópnum. Það var brottfall og við vitum að það er ennþá eitthvað sem tók við þeim. Talandi menningu, þetta snýst ekki bara að koma þeim inn, það er líka hvað tekur við þeim. Og við erum núna í vinnu með skólanum með að greina af hverju. Hluta af því sem ég held að sé pottitt hluta af þessu það er engar konur að kenna, það er engar fyrirmyndir. Við höfum líka velti fyrir okkur vinnutíminn að bjóða upp á það að fólk þurfa að sinna börnum. Tíminn sem námið fer fram á. Það eru ýmsir svona hlutir sem geta, hvort sem það er varðandi kyn eða aldur eða annað, sem geta haft einhver útilokandi áhrif. En ef við færum okkur aftur í þetta kynjahlutfall fyrirtækisins í heild, ekki bara þetta ákveðna svið, þá hugsaum við líka hvernig getum við bara laðað að og ráðið fleiri konur. Þegar við getum ekki byggt upp jafnréttismenningu meðan okkur vantar jafnréttið inn í fyrirtækið. Það er ekki sama kynjahlutfallið. Þannig að við fórum í allsherjar bara svona yfirferð á því hvernig við vinnum ráðningar. Stór hluti af því fyrirsagnir í ráðningum. Það hefur fráhrindandi áhrif að því miður eru flest starfsheiti karlkyns. Karlkyns nafn, neða orð. Og tala nú ekki leiðtogastörf, stjóri, maður. Þetta er fráhrindandi á ómeðvitaðan hátt. Fólk fattar það ekki en þetta hefur fráhrindandi áhrif. Þannig að við fórum að leika okkur með það að við erum ekki búin að útrýma þessu. Við vitum að þær þurfa líka að vera aðlegandi og þær þurfa að útskýra hvað felst í þeim. En við fórum að leika okkur með að spyrja spurninga í fyrirsögnum. Við fórum líka að fara yfir hæfnikröfurnar. Og þetta var rosalega stórt skref á mínu mati því að er ekki síðust. Nú byrja á tímanum. En það er ein rannsókn sem ég verð að vísa í með þetta hæfnikröfurnar. Og það er hvað þær geta haft mikil áhrif á umsóknarfjöldan. Ef þú setur fram 10 hæfnikröfur í starf, konur sækja að meðaltali þær eru uppfylla svona 90%, 9 af 10. Þá segja þær, þó mig vanti þetta hérna, þá sækjum við. En giskiði, setið tölu í kollin okkur, hvað haldið að karlmenn þurfa að uppfylla margar? 30 til 40%.
Og þarna ertu bara að búa til misræmi ef þú segir, mér langar geggjað í hæfasta kandidatana, þetta er ógeðslega mikið af kröfum, mér vantar svo reynslu mikið aðila. Svo sækir enginn sem uppfyllir allt og þú segir, ok, ég er tilbúin að gefa afslátt. Ég ætla að fara að ráða eitthvað sem uppfyllir svona 70%. Þú ert búin að útiloka allar konurnar sem uppfylltu 70%. Og því að þær sóttu ekki til að byrja með. En þetta á líka við aldurinn og þá má snúa sig við ef að við setjum við erum að auglýsa eftir aðila í stjórnunarstöðu. Viðkomandi verður að vera með 15 ára reynslu. Er það sanngjarnt? Þarf 15 ár til þess að vera góður stjórnandi? Það þarf ekki. Og maður þarf að hugsa rosalega vel og þetta er eitthvað sem við ítum aftur og aftur til okkar stjórnenda sem skrifa fyrstu drögin og auglýsingum. Hvað er raunverulega krafa og hvað er bara kostur? Og þetta hefur gríðarlega áhrif á jafnrétti í mjög víðu samhengi að vera að skýra á því hverju erum við að leita eftir, hvað þurfum við raunverulega. Við fórum líka í orðalagið út frá kyninu, við fórum að reyna að blanda því saman á þess að búa til tungubrjóta, tala hvað mynd þú gera í starfinu, í bland við karlkyns og kvenkyns. Myndirnar líka, þær hafa áhrif. Ef við setjum alltaf mynd af ungum strák með öllum auglýsingum af forriturum, það hefur fráhrindandi áhrif. Eigum við ekki bara að brjóta staðalímyndina og setja bara mynd af eldri konu? Og þetta hefur áhrif því að það eru líka rannsóknir sem sýna það. Þú skrolla samfélagsmiðla eða einhverja staði þar sem þú ert að sjá atvinnuauglýsingar. Þú stoppar á myndum sem þú tengir við. Konur stoppa ekki við ef það eru bara alltaf myndir af karlmönnum. Og eldra fólk stoppar ekki við ef það eru bara myndir af ungu fólki. Og svo er mjög stór þáttur sem að mér finnst að öll fyrirtæki geta taka til sín og það er yfirferð umsókna. Við erum búin að tala mikið um aldurinn, kennitöluna, myndirnar. Við hvetjum alla sem yfirferð umsóknir hjá okkur að áður en þú byrjar að horfa myndir, kennitöluna og opnar umsóknirnar og fyllist af þessar ómeðvituðu hlutdrægni í yfirferð umsókna, þá ákveður hvað er það sem þarf til að þú segir þessi komið til greina. Að þú hleypir einhverjum áfram í ferlinu. Og þetta hefur rosalega mikil áhrif á það að lágmarka hlutdrægnina. Jú, svo fyrir við viðtöl og þú kemst ekki hjá því að þú sér viðkomandi og veist hvað hann er gamall og veist hvað kynan er. En lágmörkum það á fyrstu skrefan. Ég er ekki alveg búin. Má ég halda áfram? Smá. Ég skal fara hraðar. Okkur hefur gengið vel í ráðningum varðandi kynjahlutfall. Þetta er meira heldur en hlutfall kvenna hjá fyrirtækinu en hlutfalli hefur ekki breyst. Hvað segir þetta okkur? Jú, það er eitthvað í menningunni. Það þarf ekki starffræðing hérna til að segja okkur það hvað er í gangi. Starfsmannavelta kvenna hefur alltaf verið hærri heldur en starfsmannavelta karla. Þannig að við þurfum líka að horfa inn á þetta er ekki bara eitt ferill, þetta er ekki bara eitthvað eitt sem er eitthvað eitt sem er skakt, þetta er allt, þetta er menningin. Og það þarf að horfa á þetta út frá mjög víðu sjónarhorni. Við fórum aftur í gögnin, hvað segir þetta okkur? Og það var fullt af atriðum þar sem við sáum eitthvað smá mun á upplifun karla og kvenna. Fullt af atriðum. Ekkert eitt stórt en fullt. Og í grunninn minni tækifæri, minni áheyrn, þar upplifað að þær þyrftu að hafa meira fyrir hlutunum. Það væri ekki hlustað á þær. Og við innleiddum 2 stór skref þarna. Við byggum til samfélag kvennanna fyrirtækisins og við fórum að staða með kvenn mentorship-program. Ekki bara alltaf mentora þann sem þarf mentoring, heldur líka að allir leiðtogarnir horfðu inn á við og sáu hvað var raunverulega bjó í þessum konum. Við þurfum að efla þetta á báða vegu. Það eru 2 sem græða á mentorshipi. Og í fyrsta skipti í sögu Advania er starfsmannavelta minni meðal kvenna heldur en karla. Það er pínulítill munur, en þetta er risastórt skref þegar munurinn hefur verið 4–6% körlum í hag, ef svo má segja. Alltaf. Bara eins langt aftur og við getum greint það. Þannig að við erum að ná árangri, en við þurfum að halda áfram. Við erum ógeðslega langt eftir. Og núna erum við að færa okkur úr þessu bara kynja yfir í starra. Við erum búin að starta stóru samtaki, fyrirtækja í geiranum yfir höfuð. Við erum farin að horfa á uppruna, tungumálakunnáttu og samstarfið samtökin 78 til að vera hinsegin megin. Því að það þarf að horfa í alla krók og kima. Ég ætla bara að skilja þetta eftir ykkur. Þetta er alltaf markmiðið. Takk Sigrún. Þá það fellur í minn hlut að ljúka þessu frábæra og fræðandi þingi og
Mér langar kannski að við tökum út af þessu þingi, þá það þess tvennt, eins og ég held að við hefum komið í ljós þess að hjá hérna öllum þetta margþættur vandi og við leysum það ekki með einu, við leysum því ekki bara með einhverjum námskeiðum fyrir stjórnendur, við leysum það ekki með því að þjálfa atvinnu leitendur í að verða betri eða hæfari fyrir atvinnurekendur, við leysum það ekki með því að þjálfa eða með því að breyta stjórn, við þurfum að leysa þetta allt. Að við þurfum samstillt átak og nú ég hugsi yfir að það núna fyrir þingi annarkvort komið eða mun koma núna frumvarp sem mun hækka hámarksaldur heilbrigðisstarfsfólks á Íslandi úr 70-75% ár, 75 ár. En að vegna þess að það regla, það mannekla í heilbrigðisgeirunum og við vitum það að íslenska þjóðin eldist, að við á Íslandi við eldust og við erum heilbrigðari. Stjórnvöld vilja þannig leysa út ákveðin vanda. Eftir að hafa lust á Ingibjörgu þá velti ég fyrir mig hvað mikið af þessu eldra heilbrigðisstarfsfólki vilji vinna yfir höfuð þegar við lítum á skerðingarnar. En núna tækifæri til þess að við þurfum núna bara öll að ganga út. Svo, já, þetta tvennt sem ég göngum út. Ég vil fara aftur í fyrsta erindi hjá Herdísi. Þetta fyrir okkur öll á morgun þegar við förum á kaffistuna eða förum út í búðina. Við tölum við mannesku sem af ólíkri kynslóð en við. Punktur. Við tölum og byrjum að breyta okkur sjálfum. Númer 2, að þá kannski svona áreiting til Mosfellsbæjar vegna þess að ég fór nú að leita að stefnu Mosfellsbæjar í málefnum eldra fólks og fann í rauninni ekki nægilega góða stefnu, ég verð að segja. Það að segja að stefnan kveður á þjónustu við eldri borgara en hún kveður ekki á hvað Mosfellsbæjar ætlar að gera sem atvinnurekandi. Að inngilda reynslu eldra fólks í Mosfellsbæ sem atvinnurekandi og nú veit ég að Mosfellsbæ vinnur að því að breyta sinni menningu að verða að uppfæra sína jafnréttisferla og ef það eitt sem að við náum aldrei jafnrétti fyrr en við erum öll jöfn og það bara þannig og ég treysti því að Mosfellsbæ fari núna og verði fyrirmynd í þeim málum. Og þakka ykkur öll fyrir frábæra fund, öll sem kom að tala og bara njótið kvöldsins. Mér langar að ljúka þessum fína hátíðlega jafnréttisdegi með því að þakka Brynhildi og öllum fyrirlesurum og gestum sem að komi hérna til okkar í dag og gerðu daginn svona eftirminnilegan fyrir okkur og áhugaverðan til að vinna með. Mér langar að þakka ykkur öllum en byrja þig, Brynhildur, hér að taka á móti þessum blómvendi. Takk fyrir þína fundastjórn. Takk fyrir kella.